Ég set fundi í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3512 og mér langar í upphafi fundar að bjóða alla bæjarfulltrúa hjartalega velkomna til starfa og til hamingju með kjörið og sérstaklega þá sem að setjast hér í fyrsta skipti og óska okkur öllum velfarnaðar í starfi næstu 4 árin. Áður en við göngum til dagskrár þá vil ég leita afbrigða frá útsendri dagskrá þannig að 5. liður verði tekin út af dagskránni sem og 9. liður D. Orðið er laust, sem enginn hefur hvað sér hljóðs þess að geta samþykkt þetta gefur merki. Það er 11 og þá göngum við til dagskrár, fyrir okkur liggur dagskrá í 10 liðum og samkvæmt venju þá mun ég lesa hér í upphafi fundar greinargerð kjörstjórnar vegna sveitarstjórnarkosninga 2022. Kjörstjórn kom fyrst saman miðvikudaginn 9. mars 2022 í fundarherbyggi í Ráðhúsi til að ræða undirbúning sveitarstjórnarkosninga sem fram fara 14. maí. Kjörstjórnin var þar með komin formlega til starfa fyrir kosningarnar. Alls hélt kjörstjórn 15 formlega fundi vegna kosninganna en kjörstjórn hyggst halda fund til þess að fara yfir kosningar. Úrslit kosninga voru þau að B-listi Framsóknarflokks hlaut 1550 atkvæði og 2 menn kjörna. D-listi Sjálfstæðisflokks hlaut 1639 atkvæði og 2 menn kjörna. F-listi Flokk fólksins hlaut 1114 atkvæði og 1 mann kjörinn. K-listi Kattaframboðsins hlaut 373 atkvæði og engan mann kjörinn. L-listi fólksins hlaut 1705 atkvæði og 3 menn kjörna. M-listi Miðflokksins hlaut 716 atkvæði og 1 mann kjörinn. P-listi Pírata hlaut 218 atkvæði og engan mann kjörinn. S-listi Samfylkingarinnar hlaut 1082 atkvæði og 1 mann kjörinn. V-listi Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hlaut 661 atkvæði og 1 mann kjörinn. Alls kusu á kjörstað 7590 kjósendur og utan kjörfundir kusu 1832 kjósendur. Eða alls 9422 sem gerir 64,14% kjörsókn. En á kjörskrá voru á kjördag 14.688 kjósendur á Akureyrarbæ. Auðir atkvæðaseðlar voru 282 og ógildir voru 20. Kjörfundur í Akureyrarbæ gekk vel en kosið var á 3 stöðum í sveitarfélaginu, á Akureyri og í Hrísey og Grímsey. Kjörfundur hófst klukkan 9 og lauk honum klukkan 2200 eða talningu atkvæða var lokið klukkan 4:02. Kjörstjórn þakkar starfsmönnum Akureyrarbæjar, undirkjörstjórnum, talningafólki sem og öllum öðrum sem kosningunum komu fyrir velunnin störf í þágu sveitarfélagsins og óskar að lokum nýkjörinni bæjarstjórn velfarnaðar í störfum sínum. Og undir þetta ritar Helga Eymundsdóttir.